Akurræktun jólatrjáa hefur ekki náð fótfestu hér á landi, hvorki í skógræktinni né hjá garðyrkjubændum. Sú búgrein er hins vegar mjög vinsæl víða erlendis, til dæmis í Þýskalandi, þar sem framleitt er 18 milljónir jólatrjáa árlega og 10 milljónir trjáa í Danmörku, aðallega til útflutnings, þar af rúmlega 30.000 tré til Íslands. Akurræktun jólatrjáa hefur verið reynd lítillega hér á landi, en hvorki náðst verulegur árangur né hefur það vakið miklar vinsældir hjá ræktendum. En til að kanna máli betur var langtímaverkefnið hraðrækt jólatrjáa á ökrum sett af stað árið 2009 á Hvanneyri sem BS-verkefni. Så var det afkvæden sekretariat i skovfræðinámið á Hvanneyri í samráð við professor min Bjarni Didrik Sigurðarsson að prøve faktisk þessi verkefni. At gøre sådan vísindakönnun og sætte upp tilraunir og sådan sjá hvort jólatræræktin á túnum var hægt á Íslandi. Og við sætte út tilraun fyrst á Hvanneyri og þetta var lokaverkefni mitt í BS-verkefni og síðan havde jeg áfram í mastersnámi og tók så bæti við tilraunin og sætte upp flere tilraunir, eitt á Suðurlandi, Kirkjubæklöster, Prestbakkakot og annað á Norðurlandi á Krithóli hjá Anna Ólf. Og við vorum með 3 mismunandi tegundar, rauðgreini, blágreini og stafafura og með mismunandi áburðaraðferði og á Prestbakkakot og Krithóli vorum við með margviss eitrunartilraun líka til að sjá hvernig svona mismunandi eitrunaraðferð kom út. Ekki hægt að rækta jólatré í Danmörku án þess að eitra? Nei, það ekki hægt. Það gríðarlega mikið vinna ef man allar fara að eita græsið frá og þetta gengur ekki. Så verður alveg gríðarlega hátt ef man allar gera það. Og þetta svipað vandamál hér á Íslandi. Við getum ekki rækta jólatré á túnum as túnið mjög frjósamt og græsið nánast bara veltar upp, sprautar upp sig að það kemur sólarhlýju vorið og sumarið. Og kaffatrén algjörlega. Så vil man være annarkvort að vera með tæki og tól til að halda þetta í burtu eða eitra svolítið stíft. Og þetta þýða eitrun með til dæmis Roundup þrisvar 4 sinni yfir vaxtartímabil frá júni til ágúst. Og þetta aðferð sem ekki vinsæl hér á Íslandi. En hún það eina sem hægt að gera út í Danmörku og gerð? Þetta gert víða og þetta sætir man sig ved. Man dæla á mikið áburð til að fá trén til að vaksa og síðan så dælar man mikið eitrunarefni á til að halda græs og ildgræs í skefjum. Hvað langt síðan að þið hófuð trjárækt hérna á Krithóli? Við byrjum 2001 hér í þessum reit sem við erum í. Hvernig kom það til? Við mistum féð okkar úr riðu og vildum nýta landið og þetta var ekkert nema melur og við vildum bara gera eitthvað fyrir það. Þessi tré sem við eru hér í kringum okkur, hvað eru þau gömul? Síðan 2001. Þetta eru upphafslerkir? Þetta fyrsti reitur. En svo farið þið takið þátt í þessu verkefni hérna 2011. Segðu mér aðeins það verkefni, hvernig það kom til? Við vorum á Grædniskóla 2 námskeiði og þá var farið að tala þessa akurræktun og okkur fannst þetta svolítið spennandi. Og vorum beðin að taka hérna Leveni Else Möller sem skógfræðingur að vera með verkefni hérna hjá okkur og við gerðum það. Það voru setta niður með minni 540, frekar 450 af 3 tegundum, blágreini, rauðgreini og stafafuru vorið 2011 og svo fengum við svona prógram hvað við áttum að gera og hvað þau myndi gera og hún og svoleiðis. Aðalniðurstöðurnar voru að stafafura braggaðist best, áburðargjöf hafði engin jákvæð áhrif fyrstu 2 árin en ildgrisiseyðing var nauðsynleg í mjög miklu mæli. Og við áttum bara að eitra með Roundup 2-3 ári og gerðum það í 3 ár en okkur bara fannst þetta einum og mikið eiturbrass og við bara sögum hingað ekki lengur og hættum því.
Þess vegna grasið komið bara yfir allt saman og þetta ekki að hungera. Þarna átti semst að rækta jólatré. Já, það átti að rækta jólatré. Já, við köllum það Já. þessar 3 tegundir. Og þetta þá eftir danskri aðferð eða hvað? Já, ég held að hún hafi verið bara með þessa aðferð sem að Danirnir eru með. Þar eitrað alveg svakalega, sko. Við fórum til Danmerkur þarna á grænni skóganámskeiðinu og þar bara eitra. Og þið hlýttu þessu í byrjun. Hvað gerðu þið við jörðina hérna áður en að var farið að planta? Við eitruðum fyrst, svo var plægt og herfað og tætt og svo var valtað til þess að slétta landið sem hún ætlaði að fá. Og þegar við vorum búin að þessu öllu, þá var plantað í það. Og svo var eitrað haustið og eitrað aftur næsta vor og eitrað næsta haust. Og þetta var alveg skelfilegt. Bara, þetta ekki hægt. Þetta ekki hægt, segirðu, hvorki bara fyrir jörðina eða mannfólki? Maður á ekkert að eitra svona. Þetta bara ekki eins og Íslendingar vilja hafa það. Það bara þannig. En nú erum við að flytja inn heilu gámana af eitruðum jólatrjám einmitt frá Danmörku. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það skelfing. Ekki síst að vera búin að koma þangað og hitta skógabændurna þar sem að selja okkur jólatrín. Já, segðu mér frá þeirri reynslu. Já, hann sagði bara við eitrum bara eins og við þurfum. Ekki bara 2-3 ári. Við eitrum bara eins og við þurfum. Og þar með eitt sem við hittum, hann var með pólverja í vinnu. Og hann bara með vélar og hann keyrir bara milli raðan og eitrar. Þetta viljum við kaupa. Eða ekki. Já, eða ekki. Ekki ég. Ég fer bara og næ mér í jólatrí. Já. En sko, afraksturinn hann að sjá 50-60 cm plöntur eftir 5 ára gamlar? Já, eftir 5 ár. Það eitri sem aftrar þessu, hvað það? Sko, ég held að rauðgrænn hefði farið mjög illa á því. Allavega afföllin urðu alltaf meira og meira á því, fannst mér. Furan stóð sér best og stendur sér best, en rauðgrænnið var svona það lélegasta. En það voru fallegustu plönturnar sem við vorum með þegar við settum niður. Tilraununum var áfram fylgt eftir og úttektir á lyfin fóru fram 2013, 14 og 15. Við síðustu úttektina var meðallyfum plantnana á öllum tilraunastöðum komin vel undir 50%. Því var ákveðið að leggja niður tilraunaverkefnið. Ja, verkefnið mitt lokið núna. Ég hef sýnt fram á að þetta túnræktun á Íslandi. Það ekki aðferð sem við gætum mæla með. Allavega eins og Það kemur kannski nýja aðferð sem gerir það kleift. En allavega eins og staðin nú þetta ekki aðferð sem man gæti mælt með. En það ekki sagð með sagt að það ekki hægt að rækta jólatré á Íslandi. Altså, það vel hægt. Hvernig? Finna aðferðir sem henta við íslenska aðstæður. Nota útgjörða og land sem ekki eins frjósamt og bæta einn smá ábyrgjöf til að fá trén að stað. Að láta trén vaksa hægt og róligt og bítandi. Það nóg tími, nóg pláss hérna. Langtímaverkefninu var því hægt eftir 6 ár sem var mun fyrr en ætla var en markmiðið var að ná ræktunarlotinu niður í 12 til 15 ár og halda áfram að fylgjast með tilraunum yfir þann tíma. Það var þó ljóst árið 2015 að akurræktun á þessum 3 trjátegundum ekki fýsileg ræktunaraðferð fyrir jólatrjáaframleiðslu á þessum svæðum eins og staðan í dag. Við sko ennþá jólatrjáaræktendur. Við að setja niður tré og að setja niður jólatré. Við gerum það bara svolítið öðruvísi núna. Hvernig? Já, til dæmis heima rafmagnslögn í gegnum skógrækt hjá okkur og við megum ekki setja tré í landið undir línunni. Rarik þarf að komast að því eða þeir. Og við settum bara jólatré þar til þess að nýta landið af því að við ætlum okkur að taka þau tré og það allt annað að sjá það. Það ekki eitrað þar? Nei, og verður ekki eitrað meira á Grýthóli. Þú bara nýbúin að setja þessa niður? Við settum þessa niður í sumar. Við fengum hana sko í hittifyrra í 67 gatabökkum, settum það í potta, við létum það vaksa þar og svo vorum við að setja það niður í sumar og ætlum að leyfa með að vaksa hér sem jólatrí.
Og hvað langt í að þessi litla planta verði að jólatrí heldurðu? Ef við ekki rekna með 10 árum. Það 10 ár. Já. En það fer ekkert eitur á hana þessa? Nei, ekki meira sko. Hún fær bara að lifa hér.